Við ætlum að tala fjölmiðla aðeins og þeir gegna nú mikilvægu hlutverki í þessu samfélagi okkar. Alda Ásgeirsdóttir, þú hefur verið að kanna og gerir könnun á fjölmiðlum og eigendavaldi. Og þetta nú ekki beinist nýtt mál á Íslandi, þetta var nú rætt mikið á tíma fjölmiðla frumvarpsins sjálfs. En ég spyr bara, þú hefur verið kannaði meðal annars hvernig blaðamenn á fjölmiðlum upplifðu eigendavaldið. Ég gerði það, þetta var verkefni sem ég vann í samband við mastersritgerðina mína í blað- og fréttamennsku við Háskóla Íslands. Og einmitt upphafið af mínum áhuga af því að kanna þetta var einmitt umræðan sem var í kringum fjölmiðla frumvarpið 2004. Og þá var talað rosalega mikið um það eins og eigendur hefðu puttana mikið í í ritstjórn fjölmiðla og hefðu mikil áhrif. En í raun og veru voru ekki til neina rannsóknir á þessu sem hefði verið gerðar. Þannig að ég hugsaði mér gott og glóðurnar að nýta tækifæri þegar ég átti að skrifa mitt mastersverkefni og ákvaða að leggja fyrir könnun á meðal allra blaða og fréttamanna. Bæði sem voru í Blaðamannafélagi Íslands og félagi fréttamanna. Og spurði þá einmitt að þessu, hvernig viðhorfum þeirra til eigenda. Og það sem fyrsta spurningin var það, ég spurði, telur þú að eigendur hafi eða vilja eiga fjölmiðil til þess að hafa áhrif á það sem birtist í þeim. Og það kom í ljós að meirihluti blaða og fréttamanna taldi það. Já, það er alveg skýrt. Þannig upplifa menn það sé. Já, blaða og fréttamenn sjálfur. En það sem kom og ég hafði tekið sérst eftir því að stjórnvöld þau trúðu því að eigendur hefðu áhrif og það þyrfti að setja lög til þess að koma í veg fyrir það. Fjölmiðlamenn sjálfur höfðu skrifað greinar og svo höfðu almenningu líka tjásum þetta. Þannig að ég bjóst við þegar ég laði fyrir mína rannsókn að það myndi koma fram að eigendur hefðu mjög mikið puttana í ritstjórnum en annað kom á daginn. 25% blaða og fréttamanna sögðu að þeir vissu til þess að eigendur hefðu haft eða reynt að hafa áhrif en mikill minnihluti viðurkenndi að það hefði að þeim hefði tekist eða þeir hefði haft erindi sem erfið. En ég fekk samt svör það, ég menna að eigendur þeir hefðu komið í veg fyrir að efni hefði birst. Blaða og fréttamenn hefðu sleppt í að fjallum ákveð efni af því að þeir töldu það ekki gott fyrir eigendan og það átti bæði við einkamiðla og ríkismiðla. Líka hér? Já. Þannig að og það kom í ljós að 6% blaða og fréttamanna á RÚV sagðist kannast við það að eigendur hefðu haft sitt fram. Og 3% blaða og fréttamanna á einkamiðlunum en það sem kannski er ekki alveg nógu gott í þessum tölum er það að ég hafði miklu betra svarhlutfall frá RÚV starfsmönnum heldur en einkamiðlunum. Þannig að maður veit ekki alveg hvað hægt að taka mikið mark á þessu nákvæmlega. En menn upplifðu á móti þeir upplifa menn kannski hafa ekki dæmi beinafskipti en þeir upplifa sterka sjálfsritskoðun. Það kemur fram í og það var einmitt það sem ég fór þá að spyrja með þegar ég var að rýna í þessar tölur. Þá fór ég að hugsa ég meina hér er talað það að fjölmiðlar eða eigendur hafa mikil áhrif en engin þeir vilja mjög lítið kannast við það og þá spurði ég í könnunum sjálfsritskoðun og sjálfsritskoðun það því það að blaðamaður hann skoðar hvernig hann situr fram og hvað hann ætlar að skrifa. Hann er á varðbergi gagnvart því sem hann gerir og þá kemur í ljós að 60% blaða og fréttamanna töldu að sjálfsritskoðun væri ríkjandi á einkamiðlum. Færri að það væri sjálfsritskoðun á RÚV. Já, menn upplifa það ekki einstakt hér. Nei. Já, og þetta er álit allra blaða og fréttamanna. Og þá spyr maður sig ef það er ríkjandi sjálfsritskoðun inn á miðlunum hvort að það þurfi nokkuð að eigandi þurfi nokkuð að vera svo mikið með puttana í ritstjórninni því að kannski ómeðvitað eða meðvitað eru starfsmenn og blaðafréttamenn að gæta hagsmuna eiganda. Við sjáum nú ansi mikið mun á fréttaflutningi Morgunblaðsins og Fréttablaðsins til dæmis. Já, og í sambandi við til dæmis þetta verkefni sem ég vann, þá var ég að skoða dálítið framsetningu frétta og ég fann alveg dæmi það þar sem voru sett sum málin fram og alveg gjör ólíkan hátt. Og það var vísi málefni sem tengdist í fyrsta lagi stöðu RÚV á auglýsingamarkaði og svo eignarhald. Og það kom í ljós að ríkismiðillinn hafði miklu meira áhuga á að fjalla samþjöppun og eignarhaldi og svo hafði einkamiðillinn aftur á móti miklu meira áhuga að fjalla stöðu RÚV á
auglýsingamarkaði. Mikil ósköp. En sko... Og þá spyr maður sér aldrei svona, ef þetta þetta augljóst dæmi og maður þyrfti kannski að rýna betur í það, hvernig þá sko með málefni sem varði mitt eigendur? En við erum alltaf í þessu umhverfi þar sem að, sko, einu sinni höfðum við flokksblöð, en núna höfum við fjölmiðla í eigu auðhringa eða sérhagsmunahópa eða svoleiðis og einhvern veginn þurfum við að vera varðbergi gagnvart því. Já, ég held að það sé dálítið mikilvægt núna, það náttúrulega verið að skoða fjölmiðlalög og setja ný fjölmiðlalög, en ég held að það sé mikilvægt að tryggja núna að eignarhaldi sé augljóst og það sé mjög auðvelt fyrir almenning að finna út úr því hverjir eigendur. Til dæmis eins og bara það sé skylda fyrir þá sem eiga fjölmiðla að það sé nöfn þeirra séu bara einhvers staðar aðgengileg á heimasíðu og þá fyrirtæki sem þau tengjast. Því að þá getur þess að neytandinn eða lesandinn, áhorfandinn hort á fjölmiðlan og nota þá með gagnrýnum augum, alveg eins og þeirra sko flokksblöðum voru, þá vissi allir sko að mogginn tala fyrir Sjálfstæðisflokkinn, Þjóðviljinn fyrir Alþýðubandalagið og svo framvegis sko. Já, þannig að það bara komið skýrt fram hverju, nú til dæmis höfum við sko mjög sko skrítin dæmi þetta eins og þegar enginn mátti vita hver átti Fréttablaðið og það hefur verið svoleiðis um viðskiptablaðið líka, menn hafa ekki alveg getað vitað hver á það. Og þá spyr maður sig, á hverju? Já. Hverju verið að leyna, okkur má enginn vita, það þá að því að eigandinn vill vera svo mikið með puttan í en vill að reyna að fela það. Það allan að vekur upp grumsendir þegar málum þannig háttað. Alda, ég þakka þér fyrir að koma í þáttinn. Þetta sígilt deiluefni. Takk.